Jæja vinir, í dag langar mig að tala það sem ég kalla merki dýrsins og innsigli Guðs og það kemur vel á að mamma talaði hér hvernig við eigum að elska. Því að hvað segir Kristur? Hann segir, ef þér elskið mig, hvað er það að gera? Þá er að halda boðorðin mitt og ég kem svolítið inn á það hér á eftir. Dálítið mikið inn á það, sérstaklega eitt af þeim. Og við þurfum að hafa þessa hluti á hreinu varðandi merki dýrsins og innsigli Guðs. Hvers vegna er það? Þegar við viljum auðvitað forðast að fá þetta merki dýrsins og tryggja okkur innsigli Guðs. Og veist þú hvað er merki dýrsins? Eða hvað er innsigli Guðs? Og hvernig ætlar þú að forðast merki dýrsins eða tryggja þér innsigli Guðs ef þú hefur ekki hugmynd hvað þetta snýst eða hvað þetta er? Og við þurfum að vita þessa hluti og ekki síst vegna þess að þekkingarleysi hvað þetta varðar og margt annað getur kostað okkur eilífalífið og það er alvarlegt mál. Því að hvað segir hér í Hósea 4:6? Þar birtist okkur hversu alvarlegt þetta mál getur verið, þar sem það segir: Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þeir hafa hafnað þekkingunni og þá vil ég hafna yður. Þetta er gríðarlega alvarlegt mál. Og það er engin afsökun að hafa enga þekkingu. Því að Guð hefur gefið okkur næg tækifæri til að afla okkur þekkingar til að við getum orðið hólpin. Förum aðeins í Opinberunarbókina 7. kafla, þar sem fjallað þennan merkilega hóp, 144.000, og það talaði þá þarna í fyrstu 3 versunum. Eftir þetta sá ég 4 engla stóðu á 4 skautum jarðarinnar. Þeir héldu 4 vindum jarðarinnar til þess að eigi skyldi vindur blása yfir jörðina né hafiðni yfir nokkuð tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana 4 sem gefið voru vald til að granda jörðina á hafinu og sagði: Vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og það á ekki aðeins að setja merki á þá sem fylgja dýrinu, það á að setja innsigli á hina trúuðu. Þannig að við þurfum að vita, við þurfum að hafa þekkingu á því hvað þetta innsigli er. Nú, Opinberunarbókin 7. kafli, þar sem fjallað er þessa 144.000, hann kemur eins og innskot inn í þetta til að svara mikilvægari spurningu úr 7. kafla, kaflanum og undan. Í 7. kafla er fjallað fyrstu 6 af innsiglunum 7. 7. innsiglið fer með okkur alveg að endurkomu Jesú og það endar á því að segja: Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur, reiði þeirra. Og það er endirinn. Og þá er spurt í framhaldinu af því: Hver mun geta staðist? Það er stóra spurningin. Innsigli kemur svo ekki fyrir í 8. kafla, sem sagt 7. innsiglið. Þannig að 7. kafli er eins og það hafi verið stungið inn myndbroti til að svara þessari mikilvægu spurningu: Hver mun geta staðist? Og vers 15-17 í kaflanum þetta undan, 7. kaflanum, þar segir: Og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og hersforingjarnir og auðmennirnir, merkismennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana: Hrynnið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins, því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirrar, og hver mun geta staðist? Þannig að 7. innsiglið fer með okkur alveg fram á endurkomu Jesú. Hinn ógurlegi dagur drottins er komin, það er komið að endurkomu Jesú og þá er spurt: Hver eiginlega á að geta staðist þegar Jesús kemur? Og það er bara ekki hægt að halda áfram söguþráðunum öðruvísi en að svara þessari mikilvægu spurningu fyrst. Og þannig er söguþráðurinn eins og settur á bið
á meðan Jóhannes fær svar við spurningunni. Og þegar svarið er komið, þá tekur söguþráðurinn sig upp á nýtt og þá er fjallað 7. innsiglið ekki fyrr en í 8. kafla. Og 7. kaflinn er því mjög merkilegur kafli því að hann fjallar það hverjir munu fá staðist þegar Kristur kemur aftur. Og það er það gríðarleg dramatík í þessum kafla, að það sem að því er lýst hvernig 4 englar halda aftur af vindum jarðarinnar. Nú hvers vegna eru þeir að því? Jú, vegna þess að það þarf að ljúka við að setja innsigli á enni þjóna Guðs, áður en vindar dómsins og að geisa jörðina. Þjónar Guðs eru þeir sem hafa innsigli Guðs á enni sér. Svo hvað er þetta innsigli á enninu? Ef þú skoðar í Jesaja 8:16 þá segir þar: Ég bind saman vitnisburðinn og innsigla kenninguna hjá lærisveinum mínum. Kenningin sem hann talar hér, það er orðið Torah, sem vanalega stendur fyrir 5 bækur Móse, en þær fjalla helst lög Guðs. Þannig að einhver staðar í lögmáli Guðs finnum við innsigli Guðs. Nú eins og þið vitið, þá er til land sem kallað er landið helga, Ísrael. Og í landinu helga, þá er þar að finna heilagt fjall. Og þar er Musterishæðin og Oljufjallið, það er heilaga fjallið, stundum kallað Síónfjall. Og á Musterishæðinni hefur þú helga borg, Jerúsalem, og í hinni helgu borg hefur þú hið heilaga musteri, og í hinnu heilaga musteri hefur þú hinn allra helgasta. Og taktu nú eftir hversu oft orðið heilagur kemur fyrir hér í einhverri mynd. Það er landið helga sem síðan er helga borgin og hið helga fjall, og þá höfum við heilagt musteri og þar sem við höfum hið heilaga og svo hið allra helgasta, og inn í því allra helgasta er heilag örk, sáttmálsörkin, og í hinni heilugu örk er hið heilaga lögmál. Og í hinnu heilaga lögmáli kemur orðið heilagur einu sinni fyrir. Og hvar er það? Það er í 4. boðorðinu. Er það ekki áhugavert? Og áætlun Guðs er að við verðum öll heilag. Þetta er í 2. Mósebók 20. kafla og 5., 6., 7. kaflis vers. Og í þessu sama boðorði er að finna innsigli Guðs í miðju lögmálinu. Það er eina boðorðið þar sem þú finnur orðið heilagur, sem í raun merkir að dagurinn er heilagur. Og eitt annað, hver eru einkenni innsiglis? Innsigli, ef það hefur eitthvað gildi, verður að bera nafn þess sem hefur umboð þess innsiglis. Og þannig hefur það oft nafn konungsins, að þá væri einnig í innsiglinu einhvers konar titill sem að tengis konunginum, eða þeim sem að gefur út þetta innsigli. Og því næst er landsvæðið sem konungurinn stjórnar. Svo að það inniheldur nafn, titil og yfiráð, 3 eiginleikar sem þú finnur venjulegi innsigli. Og þegar að Daniel var í ljónagryfjunni, sem við lesum í Daniel, að þá setti Daríus innsigli sitt á steinin. Og það innsigli hefur haft nafnið hans, Daríus, titil hans, konungur og yfiráðasvæði, Meda Persa ríki. Nú þegar að Pílatus setti innsigli á gröf Jesú, stóð þar Pontius Pílatus, sem er nafn hans, landsstjóri, sem er titillinn hans, og í Júdeu, yfirráðasvæði hans. Og svo hvar í lögmáli Guðs finnum við innsigli Guðs? Hvar er það að finna í 4. boðorðinu? Það segir: minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, því að á 6 dögum gjörði Drottinn himin og jörð og hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist hinn 7. dag. Og þarna sérðu orðið gjörði, hann er skapari, það er embætti hans, eða titill. Drottinn, það er orðið Jehóva, það er nafn hans. Og himin og jörð, hafið og allt sem í þeim er, það er hans yfirráðasvæði. Svo í miðju lögmáli Guðs finnur bæði orðið heilagur og helgur, og þú finnur innsigli Guðs. Alla þessar 3 þætti sem að innsigli samastendur af.
Og hvíldardagsboðorðið er ólíkt hinum boðorðunum því það er ekki fyrr en þú kemur að hvíldardagsboðorðinu sem við fáum lýsingu á hver þessi Guð er sem fyrirskipar þessi lög. Þetta er ekki bara einhver Guð. Þetta er sá Guð sem skapaði á 6 dögum. Og í Opinberunarbókinni 14. kafla erum við hvött til að tilbiðja þennan sama Guð sem gjört hefur himinn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. En hvíldardagurinn, hann er aðeins ytra merki innsiglisins. Þetta snýst meira en bara daginn, þó að dagurinn sé vissulega mikilvægur, sérstaklega í lok tímana. En eins og öll hinn boðorðin 9 hefur það með hjartað að gera. Og eins og við vitum þá snýst nýji sáttmáli sem Guð gefur þeim sem trúa, að skrifa lögmálið á hjörtu okkar á huga. Þannig að það hafa innsigli Guðs er meira en bara ytri helgi tiltekins dags. Það snýst að hafa lög skaparans skrifuð í hjörtu okkar á huga. Það hefur eitthvað með karakter okkar og trú að gera. En hugleitu þetta. Þegar þú hugsar eitthvað á enninu eða á hendinni, eins og kemur fram í Opinberunarbókinni, hugsar þá eitthvað jákvætt eða eitthvað neikvætt. Margir hugsa að það hljóta að vera eitthvað neikvætt þegar það er sett á okkur eitthvað merki. Viltu það? En raunin er að allir þeir sem verða hólpnir munu bera merki á enninu. Allir eru merktir á ennið eða á hendinni í Opinberunarbókinni. Og það vil svo til að það er talað gott merki líka í Biblíunni, Esekiel 9. En það segir, set merki á enni þeirra manna sem andvarpa og kveina yfir öllum þeim svívirðingum sem framdar eru. Og þegar við lesum þessa vitrun í Esekiel 9, þá kemur í ljós að það er aðeins þeir sem taka við merkinu frá þessum engli. Það er bara þeir sem lifa af þennan hræðilega dóm sem fer yfir landið. Þannig að vilja ekki allir taka við slíku merki, viljum við ekki lifa af. Nú, hafðu líka í huga, ef þú lítur á 5. Mósebók, eftir að boðorðin 10 höfðu verið gefin þar, þau eru bæði í 2. Mósebók 20 og líka í 5. Mósebók 5. kafla. Þá í 7. kafla, þar var strax á eftir, þá segir Guð, heyr Ísrael, drottin er vor Guð, hann einn er drottin, þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Og þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Og svo í 8. versi segir, þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningabönd á milli augna þinna. Þannig að þetta er að segja, þú þarft að hafa lögmál drottins ekki bara í hjarta þínu, þú þarft að hafa lögmálið í hendi þinni og milli augna þinna eða í huga þér. Það hefur að gera með hugsanir þínar. Ef þú hefur þetta ekki, þá myndu hafa merki dýrsins á hinum síðustu dögum. Því að allir munu annarkvort hafa merki dýrsins eða merki Guðs eða innsigli Guðs. Þú munt hafa annarkvort að þessu tvennu. Og eins og hann segir, ef þú ert ekki með mér, þá ert á móti mér. Og er hvíldardagurinn merki? Hún skulle fara í Esekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottin er sá sem helgar þá. Þannig að hvíldardagurinn er táknum að það er Guð sem helgar okkur, en ekki einhver annar sem helgar okkur, það er Guð. Orðið tákn, merki og innsigli eru í raun eitt og þið sama í Biblíunni. Og það segir að hvíldardagurinn er tákn, hann er innsigli, hann er merki. Og það sýnir hvaða Guð þú tilbyður og hvers vegna þú tilbyður hann. Því hann er skapari og það er hann sem helgar þig. Í Opinberunarbókinni í lok tímans munu allir sem lifa á jörðinni þegar Jesús kemur verða merktir. Þeir hafa annarkvort innsigli eða merki Guðs eða þeir munu hafa merki dýrsins. Merki sem er sett á ennið, svo það er hægt að nota hvort orðið sem er, innsigli eða merki. Nú eitt annað áhugavert við orðið merki
að í upprunalegu grísku þá kemur það frá öðru orði sem tengist orðinu persónuleiki. Svo það svolítið áhugavert að innsiglið eða þetta merki í lok tímans hefur eitthvað með persónuna að gera. Það hefur eitthvað með hjartað að gera. Vegna þess að nýji sáttmálinn felst í því að skrifa lögmál Guðs í hjartað. En þeir sem hafa merki dýrsins hafa einmitt eitthvað annað lögmál. Þeir hafa annað lögmál dýrsins, ekki lögmál Guðs. Þannig birtist þessi tveir hópar á lokatímanum. En nú segir í Efesus 4:30, hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausnardagsins. Og margir benda á þennan text að segja, sjáðu, hvíldardagurinn ekki innsiglið, heilagur andi innsiglið. Og vissulega það rétt, að það heilagur andi sem innsiglar okkur. En það getum við ekki farið eftir lögum Guðs nema andinn leiði okkur. Við getum það aldrei í eigin mætti. En nú hafði ég hugsað mér að útskýra fyrir ykkur, ég gleymdi að taka það með mér hérna upp. Ég ætlaði að vera með stimpil og blað, ég hef bara að lýsa þessu fyrir ykkur. Ég ætlaði að vera með stimpil og blað, ég myndið ykkur bara, ég er með blað og svo sýni ég ykkur stimpilinn. Hvað er þetta? Stimpil. Og svo stimplaði ég blaðið og ég rétt sýni ykkur blaðið og hvað er þetta? Stimpil, ekki satt. Þannig að hvoru tveggja getur alveg verið innsigli, stimpil eða merki eða tákn eða hvað það er. Þannig líti ég á þetta. Það er heilagur andi vissulega sem að innsiglar okkur og hann skilur eftir innsigli þegar hann innsiglar okkur. Og að sjálfsögðu þegar við erum innsigluð að heilagum anda, heilagur andi fyrir aldrei að brjóta lög Guðs. Þannig að ef hann er í hjarta okkar, þá sjálfkrafa bara fylgjum við því sem andinn leiðir okkur til að gera. Það er að virða lög Guðs. Nú ef hvíldardagurinn er innsigli Guðs, er það ekki mikilvægt að hafa hann í heiðri? Getum við vænst þess að vera innsigluð ef við heiðrum einhvern annan dag í hans stað? Nú eins og við vitum þá hefur allur þorri kristinna manna tekið upp annan dag, sunnudag. Og hvað hafa þeir fyrir sér í því? Skipti Guð skoðun varðandi á hvaða degi við ættum að halda hvíldardaginn? Nú strax í sköpunarvikunni í 1. Mósebók 2. kafla er okkur sagt að Guð hafi blessað, helgað og hann hafi hvílst á 7. degi sköpunarvikunar. Og við vitum að þegar Ísrael kom úr þrælaheldi Egypta kendi Guð þeim að tilbiðja hann á 7. degi vikunar. Og ástæðan fyrir því að Guð frelsaði þá frá Egyptum er að þeir gáfu þeim ekki færi á að hvílast. Og það er einmitt orðið sabbath notað í því tilfelli þegar það er sagt að þeir fengu ekki að hvílast. Okkur er meira að segja sagt að eina ástæðan fyrir því að Ísrael misti aðgang sinn að fyrirheyrnarlandinu hafi verið vegna hvíldardagsins. Nú við erum líka að bíða eftir því að komast í fyrirheyrnarlandið. Getum við mistað því vegna þess að vanvirðum hvíldardaginn á sama hátt og Ísraelsmenn gerði? Hvernig hélt Jesús hvíldardaginn? Í Nýja testamentinu orðið sabbat að finna 68 sinnum og í helmingi tilfella þegar Jesús notar þetta orð, þá var hann í andstöðu við trúarlega yfirvöld síns tíma, deilur hvíldardaginn. Og nú munu margir halda því fram að í þessum átökum hafi Jesús verið að segja að hvíldardagurinn sé ekki lengur heilagur, að Guð búist ekki við því að við höldum að lengur. Hins vegar þegar við skoðum þetta betur, þá var hann í andstöðu við hvernig hvíldardagurinn var haldinn, en aldrei á hvaða degi hvíldardagurinn ætti að vera haldinn. Og lítum á nokkuð dæmi hér. Jesús Kristur segir, og við byrjum í Lúkas 4:16, hann kom til Nasaret, þar sem hann var alinn upp, og fór á vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Já, það verður semst að vera að segja frá því að þetta var hans venja að fara upp og að lesa á hvíldardegi. Meðan Jesús var á þessari jörð og eins og siður hans var, hélt Jesús boðorðin og hélt hvíldardaginn. En hélt Jesús hvíldardaginn í okkar stað eins og sumir vilja segja? Gerði hann það svo við þyrftum þess ekki lengur?
Sömu trúa og kenna að hann hafi komið til að fjarlægja byrðir boðorðanna 10 og neglt þau á krossin. En það sem er mjög áhugavert við þessi rök er að flestir fara eftir 9 af 10 boðorðunum. Fáir kristnir myndu koma með rök sem segja, já, við getum núna drepið hvern sem við viljum, eða við getum logið hvernig sem við viljum, eða við getum dríkt hór. Nei. Eina boðorðið sem í raun hverfur í þeim rökum er hvíldardagsboðorðið. En við skulum líta á það sem Jesús sagði lærisveinum sínum í Mattheus 5. Hann byrjar á 17. versi og segir þetta: Ætlið ekki að ég sé komið til að afnema lögmálið eða spámennina, ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Og sannarlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt er komið fram. Nú hafa himinn og jörð liðið undir lok. Ég hef ekki orðið var við það. Og takið eftir að hann minnist ekki á það að hann hafi afnumið lögmálið. Reyndar lagði Jesú áherslu á að hann hafi vald yfir því hvernig bæri að halda hvíldardaginn. Í Markus 2, versunum 27 og 8 lesum við eftirfarandi: Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Og þar sem hann sjálfur er skaparinn, þá er hann hæfastur til að útskýra hvernig væri að halda hvíldardaginn. Hvers vegna væri Jesús að koma með slíkar útskýringar ef hann ætlaðist ekki til að fylgjendur hans héldu líka hvíldardaginn? Og talandi fylgjendur hans, héldu þeir áfram að halda hvíldardaginn eða breyttu þeir honum? Héldu postularnir hvíldardaginn? Nú eftir dauða Jesú og upprisu sjáum við líka að það var siður Páls að halda hvíldardaginn. Postulasagan 17:2 segir: Eftir venju sinni gekk Páll indi þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Og við sjáum líka af þessum kafla að margir snerust til trúar og þar að meðal Grikkir í Þessalóníku og seinna í Antíókíu þá predikaði hann líka á hvíldardegi. Og eftir að hann var búinn segir að heiðingjar úr þeirra borg hafi beðið hann að snúa aftur næsta hvíldardag. Til hvers? Til að predika á hvíldardegi. Og þetta er skráð í Postulasagan 13:44. Næsta hvíldardag kom nálægt allir bæjarmenn saman til að heyra orð Drottins. Öll borgin, það hefði verið bæði gyðingar og Grikkir. Svo hvað sjáum við? Fyrir Jesús og fyrir nánustu lærisveina hans var hvíldardagurinn enn heilagur hvíldardagur Guðs. En eitthvað breyttist. Páll sem hafði það fyrir sig að halda hvíldardaginn vissi að breytingar væru í væntum og hann gaf ungum þjóni sínum Tímóteusi þessi ógnvekjandi viðvörun. Það segir í kafla 4, versi 3: Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hrópa þeirra að sér kennurum eftir eigin fýsnum til þess að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa af ævintýrum. Þessi ævintýri sem hann talar eru af öllum líkindum af grískum uppruna og Páll varaði Tímóteus við því að ævintýri, ranga kenningar, myndu byrja að síjast inn í kirkjuna eftir dauða hans. Og hvernig fór kristin trú frá því að halda hvíldardaginn yfir í að halda sunnudaginn? Við höfum séð að Jesús hélt hvíldardaginn á laugardegi og svo gerðu postularnir. Og hvernig átti þessi breyting sér stað? Ekki svo löngu eftir postulana breyttust hlutirnir verulega í Rómaveldi. Inn kemur Konstantínus keisari. 300 hafði kristni breiðst út undir stjórn Rómaveldis og inn í kristna trú komu margir gyðingar en einnig tóku margir grískir og rómverskir trú. Og hver hópur hafði með sér eitthvað af hugmyndum frá fyrri trúarbröðum sínum. Konstantínus keisari ólst upp í heiðni. Hann hafði haldið í heiðri dag sólarinnar sunnudag. Árið 312 eftir Krist þegar hann fór til Rómar til að sigra Maxentíus og taka algjörlega stjórn yfir heimsveldinu, á Konstantínus að hafa séð tákn á himnum. Það voru fyrstu 2 stafirnir í gríska orðinu fyrir Krist.
Sumir töldu að það væri tákn Krist sem skín á himninum og einnig á að hafa birst á latínu orðin með þessu merki sigraðu. Og hann vann þennan bardaga og gaf Kristi heiðurinn af þeim sigri. Hann leit nú á kristni sem leið til að sameina Rómaveldi undir eina trú. Stjórn hans færðist nú í átt að kristni, en kirkjan á þeim tíma var klofin í ýmsum málum. Ættu kristnir menn að halda lög gyðinga eins og þau kölluðu það? Þyrfti heimsveldið að fjarlægja heiðna siði sem þeir höfðu haldið í aldir eða gætu þeir haldið þeim heiðnu siðunum en fært þá undir kristni. Og til að leysa þessar spurningar kallaði Konstantínus saman mörg ráð til að komast til botns í þessu. Og þann 7. mars 321 gaf Konstantínus út borgaralega tilskipun þar sem hann segir: á virðulegum degi sólar, sunnudag, skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og öll vinnusvæði skulu vera lokuð. Á landsbyggðinni þar sem landbúnaður er stundaður geta menn þó frjálst og löglega haldið iðju sinni áfram, því það kemur oft fyrir að annar dagur hentar ekki svo vel til korsáningar eða vínviða græðslu, svo að með því að vanrækja réttu stundina fyrir slíka aðgerðir glataðist blessun heimsins. Nú þegar þetta lögmál var upphaflega ekki ætlað að skipta út hvíldardegi fyrir sunnudag. En það var til þess að hvíldardagurinn á degi sólarinnar varð að veruleika eða sunnudagur og sóldýrkendur fengu nú sinn hvíldardag. En það sem það gerði var að ryðja brautina fyrir heiðingja sem voru að taka kristni til að halda gamla tilbeiðsludaginn til heiðurs nýjum kristnum guði sínum. Þannig laumaðist sunnudagshelgihald inn hægt og rólega án þess að mikið bæri á því. En hvaða heimild höfðu þeir til að innleiða þessa breytingu? Athyglisvert er að eftir að Konstantínus dó snéru margir kristnir menn aftur til að heiðra réttan hvíldardag. Og til að stemma stigum við því áttu þeir sem fylgdu Konstantínus annan fund sem haldinn var árið 365 sem kallaður var ráðið í Laodíkeu. Og í 29. grein þess ráðs segir eftirfarandi: kristnir menn meiga ekki júðast með því að hvílast á hvíldardegi gyðinga, heldur verða þeir að vinna á þeim degi. Fremur skulu þeir heiðra dag drottins og ef þeir geta skulu þeir hvílast sem kristnir. En ef einhver verður uppvís af júðaskap þá séu þeir bannfærðir frá Kristi. Og sjáu þið hversu mikla andstyggð Konstantínus og margir aðrir sem fylgdu honum höfðu á því að gera nokkuð á sama hátt og gyðinga gerðu. Það mátti ekki líðast. Hægt er að draga saman frammynduna frá hvíldardegi til sunnudags á þennan hátt. Jesús og postullarnir héldu hvíldardaginn í samræmi við vilja Guðs. Fyrsta kirkjan hélt hvíldardaginn eins og postullarnir kenndu þeim. Og Páll varaði við að ævintýri myndi koma inn í kirkjuna og breytingarnar myndi byrja að eiga sér stað. Og við vitum að hvíldardagurinn var samviskusamlega haldinn á annarri öld, en sumir kristnir völdu að heiðra sunnudaginn sem hátíð upprisu Jesú frá dauðum, jafnvel þó að Kristur hafi aldrei boðað að gera það. Og hægt og bítandi urðu dagarnir tveir heiðraðið saman. Hvíldardagurinn sem hvíldardagur, en sunnudagur var haldinn sem hátíðisdagur, ekki sem hvíldardagur í byrjun. Nú svona lýsti Líman Kólmann þessu tímabili og þessari breytingu í bók sinni Ancient Christianity Exemplified. Og þetta mjög merkilegt. Hann segir: helgihald á degi drottins, sunnudegi, var fyrirskipuð meðan hvíldardagur gyðinga var enn haldinn. Og ekki var hinn síðari, hvíldardagurinn, leystur af hólmi fyrir en sá fyrri, sunnudagurinn, hafði öðlast sömu hátíðleika og mikilvægi sem tilheyrði í fyrstu þeim mikla degi sem Guð upphaflega fyrirskipaði og blessaði.
En með tímanum eftir að dagur drottins var fullkomlega staðfestur var helgihald hvíldardags gyðinga smám saman hægt og að lokum fordæmt sem villutrú. Og það ekki ótrúlegt hvernig breytingin fór frá því að halda hvíldardaginn svo samviskusamlega yfir í það að vera kallaður hvíldardagur gyðinga sem hann var aldrei, þar sem hann var gefinn öllu mannkyni í upphafi og lokum var hann fordæmdur með öllu. Var það samkvæmt vilja Guðs, heiðraði hann þessa breytingu. Hvernig tilbeiðslu kallar Guð eftir? Ég vil minna okkur öll á eitthvað sem Guð kenndi Ísrael til forna varðandi að blanda trú sinni við trú annara. 5. Mósebók 12 fjallar þetta og frá versi 30. Þá gæt þín að þú freistist ekki til þess að taka upp síðu þeirra eftir að þeir eru eyddir burt frá þér og þú farir ekki að spyrjast fyrir Guði þeirra og segja hvernig dýrkuðu þessar þjóðir Guði sína svo að ég geti og farið eins að. Þú skalt eigi breyta svo við drottning Guð þinn því að allt sem andstyggilegt drottni það hann hatar hafa þeir gjört til heiðurs Guðum sínum því að jafnvel sonur sína og dætur hafa þeir brennt í eldi til heiðurs Guðunu sínum. Og þú sér það kirkjan í Róm með því að taka upp hinn heiðna dag sólarinnar í stað hvíldardagsins var að gera nákvæmlega það sem Guð sagði Ísrael að gera aldrei. Og þannig varð hinn virðulegi sóladagur Konstantínusar svo áberandi í nútíma kristni og þannig getum við vitað að Kristur var aldrei uppspretta þessara breytinga. Nú hvíldardagurinn tákn að drottinn helgar þig. Og sama hátt og hann helgaði venjulegan dag getur hann helgað veraldlegt líf okkar. Það merki að Guð sé fær að helga okkur. Nú þegar þú samþykkir sunnudag sem tilbeiðsludag hefur þú samþykkt vald stofnunar sem á móti Guði og orði Guðs. Þrátt fyrir hvað annað sem þeir kunna segja þér. Og þegar þú tekur að þér breytt lögmál Guðs, ógnar þú ríki hans. Ráðið í Trent var samkirkjulegt ráð rómversk-kaþólsku kirkjunnar sem var haldið frá árunum 1545 til 1563 til að bregðast við siðbót mótmælenda. Það ráð var kallað saman á nokkrum ástæðum, eða 3 ástæður aðalega. 1 til að draga fram kaþólska kenningar og grafa undan trú mótmælenda og 2 að reyna að losna við alla misnotkun og spillingu í kirkjunni og að þróa nokkrar starfsreglur fyrir kirkjuna. En aðalatriði var að grafa undan kennslu mótmælenda, koma á kaþólskri kennslu. Ráðinu lauk með því að kaþólska kirkjan sigraði mótmælendur með þessum rökum. Það var biskup sem kallaður var biskup í Reggio, kaþólsku biskup. Hér það sem hann sagði við mótmælendur. Vegna þess að mótmælendur hrópa sola scriptura og hvað þýðir það? Aðeins Biblían. Og þessi kaþólski biskup stóð upp undir lokin eftir 18 ár og hann sagði þið mótmælendur haldið fram, sola scriptura, aðeins Biblían, samt haldið þið sunnudaginn sem hvíldardag, sem Biblían gefur ekkert vald yfir. Og sérðu hvert hann að fara með þessu. Þegar hann sagði það, höfðu mótmælendur ekkert svar. Þú heldur fram sola scriptura, sagði Reggio biskup, samt samþykkir þú vald okkar og við breyttum deginum á nokkurar heimildar Biblíunar. Við staðfestum vald okkar yfir Biblíunni og þú samþykkir það með því að halda sunnudaginn. Sá sem vísvitandi heldur sunnudaginn að samþykkja vald yfir Guði, vald æðra Guði og það kallað merki dýrsins. Og margir spyrja, hvaða máli skiptir þetta? Þetta bara dagur. Getum við ekki sagt það sama ávöxtinn í aldingarðinum? Hvað, þetta nú bara ávöxtur, hvaða máli skiptir þetta? Jú, það skiptir máli, því það hefur að gera með það hvert þú hlustar á. Hlustar þú á rödd Guðs eða lævísan höggorm sem talar í þversögn við skýr fyrirmæli Guðs. En enginn hefur í raun og veru merki dýrsins núna, vegna þess að það ekki til formleg lög enn sem komið sem krefjast helgi sunnudagsins, en það er að koma. Það mun koma.
Því það hefur verið hljóðlega unnið að því í áratugi. Þjóðir hafa reynt að setja sunnudagslög til að gera sunnudaginn að löglegum hvíldardegi og það mun gerast og það er að gerast. Og þegar það gerist þá verðum við að velja. Þeir sem þá velja að fara eftir lögum manna fram yfir lög Guðs munu hafa valið sér merki dýrsins. En eins og hefur engin merki dýrsins vegna þess að þessi lög þeim er ekki framfylgt. Innsigli Guðs, hvíldardagurinn, að viðurkenna að Guð er skapari og frelsari, sá sem heldur okkur uppi almáttugur Guð og hefur rétt til að stjórna alheiminum. Hvíldardagurinn er tákn milli Guðs og hans fólks. Sunnudagurinn er merki milli fólks og kaþólsku kirkjunnar. Jafnvel þótt þú sért hvítasunnumaður, hvítasunnumenn halda sunnudaginn. Hvítasunnu-kirkjan hófst einhvern tímann í byrjun 20. aldar, kaþólska kirkjan öldum áður. Hvítasunnumenn komu og þeir viðurkenndu sunnudaginn, Presbyterians viðurkenndu sunnudaginn, Methodistar viðurkenna sunnudaginn, Baptistar, Vottar Jehóva, Mormonar, allir viðurkenna sunnudag Vatikansins. Hver viðurkenning á sunnudeginum er viðurkenning á valdi kaþólsku kirkjunnar fram yfir vald Guðs, sama hvað þeir kunna að segja annað. Þú hefur samþykkt vald sem setur sig ofar Guði. Við getum með réttu sagt, hvítasunnumenn eru kaþólikar vegna þess að þeir tilbeðja á kaþólskum degi og það er dagur kaþólsku kirkjunnar. Nú á þingi í Laodíkeu 364 sem ég minntist á áðan, 340 árum eftir að Jesús fór aftur til himna, hittist ráðið og gerði það ólöglegt að tilbiðja á hvíldardegi. Refsingin fyrir það var að vera rekin út úr ríki Guðs. Hvernig þau geta gert það, veit ég ekki. Þetta er að koma aftur. Sagan mun endurtaka sig. Og ég hveti til að lesa 35. kaflan í deilunni miklu sem heitir Samvisku frelsinu ógnað, það sem fjallaði meðal annars þetta. Banamein dýrsins verður heilt og ofsóknir á hendur þeir sem vilja fara eftir skýrum fyrirmælum Guðs mun taka sig upp á ný. Nú ég hef talað áður Project 2025, ég gerði það í ágúst síðast ári. Ég hveti ykkur til að horfa aftur á það efni því þá ennþá mjög vel við það sem er að gerast. Project 2025 er gefið út af Heritage Foundation sem er íhaldssöm hægri samtök sem beita sér fyrir innleiðingu ýmissa stefnumála. Þetta er 900 blaðsíðna óskalisti af stefnumálum safnað tillögum sem myndi auka völd forseta og koma á ofur íhaldsamri samfélagssýn. Og í Truth Social sem er samfélagsmiðill eins og Facebook sem Trump stofnaði sjálfur, þar segir Trump þetta, hann sagði þetta í sumar Project 2025. Ég veit ekkert Project 2025. Ég hef ekki hugmynd hver er á baku þetta. Ég er ósammála sumu af því sem þeir eru að segja og sumt af því sem þú ert að segja er algjörlega fáránlegt. Hvað sem þeir gera, ég óska þeim til hamingju en ég hef ekkert með það að gera. Nú hvernig það er hægt að vita ekki neitt málið en vera samt ósammála sumu af því sem það er sagt, það hefur vafist fyrir mörgum á samfélagsmiðlunum síðustu mánuði. En hver er raunin núna þegar hann hefur tekið við sem forseti Bandaríkjanna? Greining frá Time leiddi í ljós að næstum 2/3 framkvæmda aðgerða sem Trump hefur gefið út hingað til endurspegla að fullu eða hluta til tillögurnar úr þessu 900 blaðsíðna skjali Project 2025. Allt frá víðtækum aðgerðum til afnáms hafta til ágengra umbóta í innflytjendamálum. Þrátt fyrir að hafa svarið af sér þetta stefnuskjal í sumar hafa margir einstaklingar sem tóku þátt í að semja Project 2025 verið teknir til starfa í áberandi stöðum í stjórn hans. Það er ekki síst að nefna varaforsetann J.D. Vance
en hann skrifaði formálan að Project 2025. Hann ákafur fylgismaður þess sem ritað í þessu plaggi. Og mörg stefnumál Trumps eins og innflytjendamál og landamæra öryggi, umhverfis- og orkustefna, stjórnarumbætur og skrifræðileg endurskipulagning, menningarmál, menntamál og erlend samskipti eru augljóslega fengin beint upp úr Project 2025. Nú eins og ég sagði frá í ágúst þá hefur Project 2025 mikið að segja sunnudags helgihald. Sjáðu hvað það segir á blaðsíðu 621. Hvað stendur þar? Hvíldardagurinn, Guð fyrirskipaði hvíldardaginn sem dag til hvíldar og þar til nýlega reyndu gyðing kristin hefð að virða það umboð með siðferðislegu og lagalegu regluverki vinnu á þeim degi. Og síðan þegar skrollað aðeins neðar í þetta blað þá segir þingið ætti að hvetja til samfélagslegrar hvíldar. Og hvaða dagur ætli þeir hugsi sér að hafa þetta? Það segir að sá dagur ætti sjálfgefið að vera sunnudagur. Þannig að í Project 2025 sjáum við rætast það sem Biblían segir að muni verða að veruleika. Evangelískir leiðtogar fagna sigri Trump sem uppfyllingu spádóma og sumir evangelískir kristnir menn líta á Donald Trump sem vígðan af Guði og að hann bjóði upp á guðlegt umboð á öðru kjörtímabili sínu. Trump endurnýjaði fyrri heit sín til þessara leiðtoga í kosningabaráttunni og sagði kristnum mönnum að þeim yrði veitt vald á stigi sem þú hefur aldrei notað áður. Hugsaðu ykkur það. Evangelískir leiðtogar með vald sem þeir hafa aldrei séð áður. Hvernig haldið þið að þeir komi til með að nýta sér þetta vald? Við vitum hvernig þeir munu nýta sér það. Biblían hefur sagt okkur það. Opinberunarbókin 13. kafli segir okkur frá þessum tveimur dýrum. Það fyrra sem rís upp úr hafinu, það upp úr mannhafinu og það dýrið sem uppálega færði hvíldardaginn yfir á sunnudag. Það dýr hlaut hins vegar að bana mein sitt árið 1798 þegar Napóleon fangilsaði páfann. Banamein þess óðum að verða heilt. Síðan okkur sagt frá öðru dýri sem rís upp af jörðinni eða það sem ekki mannhaf og okkur sagt að það fari með allt vald fyrra dýrsins og fær alla til að tilbiðja það. Og hvernig gerist það? Jú, með því að fá alla til að virða lög þess, ekki lög Guðs, heldur lög fyrra dýrsins. Það við sjá verða veruleika fyrir augum okkar. Við þurfum að ganga í gegnum þetta þrengingatímabil sem framundan en við þurfum ekki að örvænta því Guð lofar í 21. kafla Opinberunarbókarinnar að hann mun gera nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð verður horfin og hafið verður ekki framar til, og hann lofar að tjaldbúð Guðs mun verða meðal mannanna og hann mun búa hjá okkur og við munum vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá okkur, okkar Guð, og hann mun þerra hvert tár af augum okkar og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl verður framar til, hið fyrra verður farið. Hann lofar að hann mun gjöra alla hluti nýja og hann gefur þeim ókeypis sem þyrstur af lind lífsins vatn og þar munum við halda 7. daginn heilagan. Á þessu vil ég ljúka máli mín í dag.